Já, hæ. Nú langar mér að gera spá fyrir ykkur sem verður, þetta er pick-up-pæl, sko. Þetta verður svona hver hefur á okkur, hvað þessi manneskja er að hugsa líka, eða bara eitthvað þessa manneskju sem hefur áhuga á þér. Ég var allan búin að hugsa það, who wants you? Og svona, já, bara fá smá svona eitthvað, hver þetta er, og bara svona, en já, svo ætla ég að vera með, endurinn ætla ég að vera með, úr þessu hérna orgelspilum, Lover Orgels, og það er svona, eitthvað svona skilaboð frá þessari manneskju. Það reyna að hafa þetta svona einhverja stuttaspá. Og það eru 3 punktar að velja. Það er hérna númer 1, Shadow. Og númer 2, Eggman, Dr. Eggman. Og númer 3, Amy Rose. Já, þetta. Og þá bara að velja, og það er náttúrulega gæti verið fleiri en einn sem að hefur áhuga, eða já, það er bara ykkar að velja. Og ég var eitthvað svona, já, við skulum bara byrja. Ég ætla að byrja þá á einum. Það myndi bara hérna, nei, það myndi svona. Og þeir sem völdu hérna númer 1, þannig að hérna. Og þá sé ég svona, það er svona fire, það gæti verið færsinn, það gæti verið hrútuljónabúamaður. Það er ekki endilega að vera, en þessi manneskja er svona, gæti verið rosalega hvatvís. Og er svolítið svona, já, kemur og fer. Þetta er svona, þessi típa, er svona bara, þú veist aldrei hvar þú hefur þessa mannesku kannski, geti alveg verið. Og það sem ég var búin að hugsa líka, að þessi manneski geti líka verið að vinna á tjömstöðum, væri mikið að gera, væri svolítið, geti verið svolítið svona eins og vinnufíkil. Já, þú veist, erfitt að, hérna, kannski erfitt að sjá hvar þú hefur manneskuna. En þessi manneskja er sko, hefur áhuga á þér og gæti verið kannski að þegar kemur hérna Shadow að hún sé svona leiló, bara hún er að bara fylgjast með þér, gæti verið eitthvað svoleið sko. Svona eins og ég sagði hérna, mikið ræði. Og svo fengum við þetta hérna, ég var komin að draga þetta er númer 32 og þið greinilega hafið átt einhverja stundir saman, það eru cycles hérna, það er svona, hefur verið kannski fram og tilbaka og það gæti verið, þessi manneski vilja kannski einhverja breytingar eða þú viljir einhverja breytingar eða eitthvað svoleiðis sko. Og svo sé ég hérna númer 8, það gæti verið kannski einhver afmæli í ágúst. Þetta gæti verið líka, þá er það ljónið. Og krabbi. Og þetta gæti verið líka sportdrykki. En við skulum ekki alveg kannski, það er ekki endilega að vera stjörnumerki, en þetta er það sem ég sé í þessu núna. Og það gæti verið kannski, hafa verið, kannski komið einhver endir á okkur, kannski eru þið ekkert að tala saman kannski núna. Og það gæti verið að báður aðeins sé kannski bara að fylgjast með hvort öðru eða eitthvað svoleiðis sko. Ég ætla að fá hérna á teiningunum mínum, eitthvað stjörnumerki.
fyrir pile one. Það er að vita. Og hérna kemur Libra og Vasperi og 7. Já, getur verið líka já, það er Libra er 7 og svo er það krabbi líka kannski, eitthvað samt við 7. Já, ruglaði þessu eitthvað. En já, hún gæti verið eitthvað samskipti sem hún getur átt von á. Kannski eru þið byrjuð í samskiptum eða eitthvað fleiri sko. Það er svona eins og, þetta er svona í ykkur starthólum kannski með það. Og já, hvernig finnst manneskjan, hvernig sér manneskjan þig vera? Og það var hérna Albert Einstein hennar. Ekki það er lítið svona út, en það kannski finnst þessi manneskja að þið verið kannski svona smá útreiknanleg, erfitt að sjá hvar hún hefur þig eða hann og kannski samt við grátt hár, gæti verið einhver orðu grámann hérna, eða eldri manneskja, gæti verið að þú sett eldri eða annarkvort aðilinn er eldri. Já, þú getur náttúrulega pása og lesi líka. Já, allavega er það sem mér fannst, sko, þessi manneskja finnst þú vera ekki, finnst þið ekki alveg geta að sé hvar hún hefur þig eða hann og svona, já, það hefur kannski verið svona samskiptin hafi verið svolítið svona bröðsótt. En já, ég held að þessi manneskja er svona, já, er svona eins og að reikna saman og sjá hvort að vilji fara áfram eða öfugt. Hvað á að gera og bara er þetta eftir að kannski ganga eða gæti verið eitthvað svoleiðis sko. Allan á með töfluna hérna. Kannski ert þú kennari eða þessi kennari eða í svona einhverju þannig að þau eru að reikna saman og setja saman, plana. Gæti verið eitthvað svoleiðis sko. Ná, kannski fáið eitt hérna fyrir þessi manneskja og eitt hérna fyrir pile one. Já, Emily Bronte. Já, það getur, sko, mér finnst eins og að þið hafi hægt að tala saman og gæti verið að þú sett kannski komin í annað samband eða á leiðinni, gæti verið sko. Já, það er svona eins og að segja óvissa, hann veit ekki hvar hún hefur þig eða hann og það er bara svona spá, mikið bara svona að vera að spá og spekulera, það er bara svolítið þannig sko. Kannski finnst henni eða honum að þú sért sko ekki gefa sér athygli kannski, gæti verið sko. Gæti verið ykkur Albert eða Emily, Emilia. Kannski eitthvað í þessu. Steinar eða Einar.
Já, herri já, ég ætla að fá eitthvað meira. Já, mér finnst þess að þessi mannski, það gæti verið kannski að því finnst hún ekki að vera, eða hann svona nógu stöpull eða eitthvað samt í það. Það gæti verið einhvers konar fíkn eða eitthvað svona í gangi sem að, þegar Shadow kemur inn og það er eitthvað sem að, er svona ekki alveg, já, svona tengist einhverju svona fíkn eða einhverju svona já, óstöðuleika. Það getur verið margs konar fíknir. Getur verið þessi manneskja kannski hefur ekki verið að gefa nógu mikið tíma eða eitthvað svoleiðis sko. Eða öfugt. Það gæti verið bara báðir aðilar hafi svona kannski hunsað hvort annað. 37. Já, skulum sjá aðeins meira. Og hérna tvö úr þessu. Englanúmer ykkar er 25. Og þið getur googlað það bara á netinu. Bara angel number meaning 25. En það er bara svona svolítið núna þess að óvissa hvað að velja, hvert að fara, hvað að gera. Og þetta getur tengst líka sko hjá þér hérna samt fjárhaginn líka sko. Og það er svona gæti verið þetta eitthvað samt við fjárhaginn að það hefur haft áhrif á eitthvað eða þessi manneskja eins og ég sagði þurft að vinna mikið eða að vinna mikið og er kannski bara svolítið mikið að spá í því svona að byggja eitthvað upp kannski. Mér finnst eins og þessi manneskja svona hefur áhuga sko að fara með þetta lengra. Hún er að horfa á hringana. Vill svona meira samband. Já, fyndi ég sér líka hérna tvo hringa hérna líka sko, kannski eitthvað tengt eitthvað með hringa. En já, skulum fá meira innan. Já, kannski getur séð svona hvað myndi þessi manneskja vilja og hvað kannski action myndi þessi manneskja taka ef það verður einhverjir fyrir pælvon. Það þarf að sjá að ég er að vita. 5 of staves. Þessi manneskja finnst eins og að sé svona einhverju aðrir í kring sem að eru að hafa áhrif á kannski hvað að gera. Og það er svona, já, gæti verið að hafi svona verið eitthvað ekki alveg í sama samfræði kostu eitthvað, að sjá manneskjana og þetta er önnur manneskjana með að fylgjast með og kannski er þetta bara svolítið hvað þeir finnst líka og hérna
Gæti alveg verið eitthvað svoleiðis sko. Og annar aðilinn meira svona tilbúin að taka action en hinn svona meira í vörn. Og ég held að þessi manneskja er á rosalega góður stað og fjárhagslega og allt svoleiðis sko. Og þetta gæti eitthvað líka að varða eitthvað samt við hús eða eitthvað svona. Og ég sé hérna naut með á Steingate og svo hérna hrútiljón og bóðamaður. Þetta eitthvað samt við að þurfa að velja. Það getur verið að þetta sé eitthvað svona eitthvað hræðsla hvað að velja, ekki vita hvað það vill eða eitthvað svoleiðis sko. Hvað ákvörðun eiga að taka og eitthvað svoleiðis. Ég ætla að fá 2 hérna á þessu. Happy Occasion. Queen of Pentacles. Já, hún má búast við góðum fréttum og hérna og það svona eins og þetta svona eins og eftir eitthvað að expensa að lagast eða eitthvað svoleiðis. Mér finnst eins og að þetta sé manneskja sem þú þekkir. Þið fengu hérna cycles. Það er samt ekkert endilega að vera sko. Það gæti verið bara svona competition eitthvað svona eins og að já eitthvað svoleiðis. Já, ég ætla að fá 1 hérna líka. Hvað meira með að búast við. Og 4 of Wands líka stability. Það getur við eitthvað varðað hús og eitthvað svoleiðis. Og past. Og þetta svona gæti það þekkst alveg í svolítið tíma sko. Gæti verið 6 ár, 4 ár eða lengra sko. Past það náttúrulega geti verið sko já, kannski minningar, verið mikið chaos og svona erfiðleikar sem að tilheyrt svona past. En já, ég ætla nú bara að hafa þetta stutt sko, að sjá. Hvað vil þessa manneskja vilja segja þér, en hefur ekki sagt kannski. Fyrir pile 1, hvað er þess að sjá, að heyra og vita. Já. Þessi manneskja finnst eins og þú hefur ekki alveg komið nógu vel fram við sig og gert hluti sem að hafa ekki svona, þetta er það sem þeim finnst og kannski þessi aðra hugsunum að þér. Don't treat me the way you do, I don't deserve it. Það er svona eitthvað svona eftir sjá, eitthvað, og vill kannski eitthvað fyrirgefningu, eða eitthvað, eða þú fyrirgefur sér, eða hvernig það er. Já, en þessi manneskja samt mikið, rosalega mikið að hugsa til þín. I am stuck in vision of us together. Svo eitthvað eitt viðbútt. Hvað er það sem pile 1 er það að að vita? Þetta vildi bara inn. I wish I could be a different person. Það er einhvers konar eftirsjá greinilega og hún hafi viljað kannski já,
ekki gert þessa hluti eða og vilja breyta ykkur svona sem hefur gerst í past eða eitthvað. Gæti verið eitthvað svoleiðis sko. En já, ég ætla að láta þetta bara duga fyrir ykkur. Punkt 1. Þetta átti að vera eitthvað lítið og nett. Bye. Já, hæ. Þeir sem vildu bunga 2. Hver er á þér? Who wants you? Og þeir vildu þannig hérna Dr. Eggman. Og ég var að hugsa að þetta er manneskja sem er bara mikið bara svolítið að fylgjast með þér. Og svona. Og er kannski mikið, já, getur verið líka að vinna eða svona hefur kannski já gott orðspor, getur verið að vinna við eitthvað svona hátt sett eitthvað, getur verið, já, getur náttúrulega verið læknir en who knows, það getur verið bara eins og hátt settri stöðu, sko, svona eitthvað boss eða svona með sitt fyrirtæki eða svo fannst mér líka eins og bara með mikið í ræktinni og svona og mikið svona, já, koma sér upp, veist. Og við sjáum hérna star. Og já, star er náttúrulega varspirinn eða stjarnan. Og það getur verið þessi manneskja sé líka eitthvað samt við myndir, taka myndir, eitthvað svona tækni brasa líka gæti verið, sko. Og það gæti verið þessi manneskja sem líka bara svolítið mikið að fylgjast með þér, sko. Þú veist, ég sé að hérna eitthvað svona rekord eða eitthvað svona taka upp, kannski. En já, en það sko, já, þessi manneskja gæti vel líka verið með skegg, ef þetta er karlmaður þar segja. Eða allavega eitthvað samt við, já, gæti verið kannski eitthvað samt við hár líka. En allavega þá er þessi manneskja, mér finnst eins og þessi svona manneskja sem að svona, já, er mikið svona spá svona í heilsunni og eitthvað svona, það er líka egg, það getur verið, eða kannski með eitthvað svona að skapa eitthvað. Ég sá líka eitthvað fyrir mig líka samt við, já, getur verið fljúga, eða þarf að fara eitthvað svona mikið milli landshluta og eða keyra, getur við unnið við að keyra eða eitthvað svolítið, sko. Því ég er svona að reyna að finna út svona hver þessi manneskja er. Allavega þessi mikið, það getur verið þessi nýbúin að kynnast eða að hafa þekkst áður og er svona bara að fylgjast með og svona sjá hvað verður og svona, já, er að svona, já, gæti verið þessi manneskja sé líka mikið fyrir að svona mála og ég segja hérna fiðlu, getur verið eitthvað tákn við það að eitthvað svoleiðis. En það er eitthvað hérna, já, smá truflun. En já, ég sá fyrir mig allavega Earth Sign, jarðamerkið sem eru nautmey og steingeit, bara út af litnum minna. En það getur verið bara að þessi manneskja sé svona bara á góðu stað líka og svona allt í góðu með það. Það er svona eins og eitthvað svona stress og kvíði og getur verið fjarlægð og það getur verið eitthvað svona, já, eitthvað svona stress kringu þetta svona hvort að taka á þetta eða eitthvað slik, sko, en þessi manneskja horfir og lítur alveg
þú veist, svona, já, að mála einhverja myndaðir kannski, eða þú, geti alveg verið líka. Sjáum hvað kemur. Og þið fengu hérna fjallið. Það einhver erfiðleikar eða eitthvað svona fjarlægð, kannski. Þannig nú 21 og númer 8. Já, ég sé hérna hreindýr líka. Kannski eitthvað tengt því, kannski þessi eitthvað sem tengist hreindýr. Kannski tengist það hjá þér, kannski. Gæti verið. Þarna niðri. En já. Það já, það gæti verið, þú þurfa að vera að keyra svona eitthvað milli landshluta eða eitthvað fjarlægð þarna milli og eitthvað svona erfiðleikar. Skulum sjá hvað kemur meira. Það gæti verið eitthvað 29 líka. En það eins og þessi manneskja alveg tilbúin að komast yfir þessi erfiðleika eða það verður að klára einhver erfiðleika eitthvað svoleiðis sko. Og þessi manneskja sér þig, Marie Antoinette, þetta ekkert hver það Be the desert, not the entry. No man is worth losing your head over. See all, hero, love all, forget all. Já. Þessi manneskja sér þið bara, kannski ertu single eða eitthvað svoleiðis sko. Eða þá sér þið bara skilurðu á góðu stað. Það þetta bara, já, og þú getur allt og svona, já, finnst þú bara rosalega flott manneskja. Hefur allt þess að bera sem þessi manneskja vill. En sérst kannski bara meira, já, sér þið bara kannski meira að þú vil bara vera út af fyrir þig eða eitthvað svoleiðis sko. Gæti verið eitthvað svoleiðis. Kannski finnst þessi manneskja að þú verið eins og einhvers konar desert. Geti getið. Það gæti verið. En hver þessi manneskja sem að hugsa til mín? Og kannski fá líka á þessu hérna. Númer 2. Númer 2 þá sjá hér og vita. Marilyn Monroe. Organs don't exist. It's better to spend the time reading. Enjoy your wedding day. You only get to do the 3 to 4 times. Ég held að þessi manneskja vilja bara líka bara festa þig, giftast þér eða eitthvað skilur því að allan að það er rosalega svona mikið svona passion og love og eitthvað svona admiration, aðdánd. Og já, ég fæ svona tilfinningu að þessi manneskja vilja bara vera allan daginn í rúminu með þér. Nú má ekki segja þetta kannski hérna, en svona ég fæ þessi tilfinningu að þessi manneskja, bara, þetta svona mikið svona girnd kannski, bara, mér langar í þig, langar að taka þig eða eitthvað, langar að eiga þig. Það er svona þessi tilfinning sem ég fæ hérna. En já, skulum fá meira. Hvað vil þessi manneskja gera? Hvað er svona næsta
vantar action eða hvað svona, sjá hvað þessi spil segja. Já, ég hef verið eftir að gera stjörnumerkið fyrir pæl 2. Það ljón og tvíburi. Gæti verið þú eða ykkur sem ert að hugsa til kannski. Og það naut hérna líka. Það kalla konu og það getur verið þetta sé kannski í sambandi og að tala saman en það eitthvað svona eða hafi verið gift kannski eða löngu sambandi kannski. Ef það ekki samskipti þá það bara eftir að koma inn þessi mannski kannski koma inn og gera eitthvað meira kannski. En já. Kannski pása og lesi hérna líka. En hvað vill þessi manneskja, hvað svona með framhald, hvað getur þessi að verði? King og Arus. Og það þetta svona, svolítið í svona bígerð. Það ekki alveg komið svona action í þetta en svona í skíunum, kannski hann skíunum með þig, kannski. Það verður það, tilbúið með blómið. Og svo komið inn á páfagaupal. Þessi manneskja sér eitthvað sem hann geti orðið páfagaupal. Bara. Og sem manneskja geti verið líka eitthvað, já, vill gera þetta rétt og svona að hugsa svona plön, hvernig hann á að gera og ég held að svona pælingar hvort þau eigi að bjóða út eða út að borða eða eitthvað, bara svona, svolítið svona að hugsa þetta. Ekki komið action, en það alveg svona, getur verið sem manneskja sé já, ég sagði já, tvíburi já, og fiskur, já, kannski ekki fiskur hérna og hverju dettur hann úr, já, og vasperi. Það eitthvað samt við þessi stjörnumerki. Já, ég ætla ekki að fara í þetta strax. Það fá 2 hérna. Það það sem að pæl 2 þarf að sjá að að vita, sem að hugsa til ykkar. Já, eins og það temptation. Það bara svona gæti verið líka já, kannski eitthvað annað sem hefur svona ef þeir ekki samskipti það getur verið eitthvað annað hefur komið upp á að svona varandi eitthvað flis en það þessi manneskja vill bara þig það bara alveg þannig. Hérna leikilinn, það bara eins og svona, kannski þess að manneskja vakna fyrir því að sjá
að þú sért kannski manneskja sem að gæti verið framtíðar eitthvað. En já, þú sjá mér það. Hvað komið? Hvað 2 hérna? Já, ég var komið hérna. The Waiting Game. Englanúmer ykkar 152. Power. Það eitthvað svolítið við Power. Það Jóni líka. Númer 8. Gæti eitthvað verið 51 að 52 eða 25 að 26. Já, englanúmer ykkur 152. Þið getið googlað angel number meaning á netinu og svo töluna, sjá hvað kemur fyrir ykkur. Það eitthvað skilaboð þarna fyrir ykkur. Og munum svo að like og subscribe líka á vídeóið ef að, já, það eftir að hjálpa mjög mikið. Og þau líka vilja staðfestingu að þetta sé eitthvað spá manifestana kannski. En já, en það bara svolítið eitthvað svona eins og biðtími með eitthvað. Og kannski bíða eftir að fá kannski eitthvað frá þér, eitthvað. Og það svona the waiting game. Og það getur verið sem manneskja, finnst þú verið að láta sér bíða eða ekki gefa sér svona tækifæri kannski, eða þá öfugt. Og ef þessi manneskja ekki inn í þínu lífi, þá gæti eitthvað samt við 2, gæti verið 2 mánuðir og gæti verið kannski ef þau eru í sambandi þá gæti verið eitthvað 2 ár sem hafa verið saman eða eitthvað samt tengt 2 og þú getur tengt bara sjálfur eða sjálf við það. Og gæti verið kannski ef þau ekki tala saman þá getur verið 2 mánuðir kannski síðan þau voru að tala saman. Eða eitthvað samt fyrir að bíða eitthvað. Já, ég ætla að fá svo þessu hérna 2 hérna. Getur verið ykkur, já, stengt getur það líka. Forgiveness. Já, það bara svona eins og biðtími og hengmenn hérna og svona limbo og þú veist ekki vita hvað verður. Það alveg svolítið þannig hérna í þessu og getur verið svona eitthvað svona kvíði og stress og kannski vill þessi manneskja að fyrirgefa sér eitthvað eða öfugt eða þá að þú ert að losa eitthvað svoleiðis sko. Já, svo ætla ég að fá þessu hérna. Fá hérna meira. Sena mikið af trjám, tré. Það eitthvað tengst því eitthvað. Og lífsins tré náttúrulega líka. Það svona, þessi manneskja finnst eins og þau hefur átt að hittast eða eitthvað slíkt sko. Og svo hérna caterpillar hérna. Og þetta svona allt spurning hvort að caterpillar náttúrulega breytist í fiðrildi fyrir rest. Og kannski þessi manneskja sjá svona, þú veit kannski eftir að komast langt eða eitthvað slíkt sko. Þetta svona eiginlega bara
já, ég bara ekki sjá hvað kemur meira hérna. Completion. Það hefur kannski komið endir. Eða þá, þetta getur verið náttúrulega þegar við erum í sambandi þá sko er þetta þannig að þessi kafla er lokið sem var eitthvað sem var ekki að gera gott eða eitthvað, það er bara lokið og það er bara svona forgiveness. Og eða þá að þessi manneskja vill að þú fyrirgefir sér og vill halda sambandi og svona ekki loka einhverju kafla. Og þetta eru öll stjörnumerki hérna, já. Það er svona, já, inner voice, það er svona, hvað verður? High Priestess, það er ekki, já, getur verið vogin líka, hérna. Já, ég ætla að fá eitthvað svona hvað myndi þessi manneskja vilja segja. Mér finnst eins og að segja endir á einhverju sem var áður já, eitthvað fyrir. En hvað myndi þessi manneskja vilja segja við þig? Fyrir pæl 2, hvað er það að sjá, heyra og vita? These feelings are eating me alive. Já, það er eitthvað samt í það. Fyrir pæl 2, það er að sjá, heyra og vita. Fyrir pæl 2. No one understands you but you. I need to hold back my true feelings for you. Já, það er svona eins og eitthvað svoleiðis. Sem manneskja er að halda svolítið mikið að halda aftur á sig svona, og hefur miklu meira, vill miklu meira gefa en er ekkert að gefa það sem að þarf að gefa. Og það er svona, já, eitthvað samt við það. Og það er hérna, þetta passion og the heat between us is intense. Þetta er þessar tilfinningar, nei þessar hugsanir sem að þessi manneskja vildi kannski segja þér eða eitthvað svolítið sko. Og það er alveg svona mikill áhugi en það er ekki búið svona, það er ekki tilbúin að taka skrefin kannski eða þá að taka ákvörðun kannski eða eitthvað svolítið sko. En ég ætla að láta þetta duga. Bye. Já, hæ. Þessum völdu nummer 3, það er hérna spil. Þá er ég hér. Og mér finnst þessi manneskja sem langar í það, wants you, eða hvernig það er. Og já, það er alveg tilbúin að go for it, bara það er svona að bíða eftir svona hvort þessi á sama bú eða hvort þú viljir eða hvernig sem það er. Og það er hérna Amy Rose, kannski eitthvað, kannski tengist eitthvað, þá þessi manneskja gæti verið, mér finnst eins og þetta sé svona, gæti verið smá svona player eða svona, það er svona, já, gaman að leikjum og eitthvað svona, það er svona, já, og tilbúin að, já, bara vill hafa gaman, það er mikið fyrir svona félagslífið, er að spila og er svona, mikið svona út af fyrir, kemur þannig svona fram, sko. Mér finnst eins og, já, spila eitthvað svona leiki.
getur verið tölvuleiki eða bara, eitthvað konar sem var svona stimulating, eitthvað. Og já, kannski alltaf brósmyndir líka, þessi manneskja alltaf eitthvað svona brósendir. En það svona, sem ég fannst líka, að það getur verið að þessi manneskja sé, svolítið í sínu bubble, svona, heldur sér út af fyrir sig eða eitthvað, gæti verið eitthvað sé að vinna við svona að saga eitthvað, eða vinsögu eða eitthvað svona við það. Ég veit ekki hverju fékk það. Eða vinna við tölvur og eitthvað prógram. Eða það getur verið bara svona þessu. Kannski svolítið erfitt að sjá hvað þú hefur þessa manneskju líka. Það svona puzzle, svona púsla ykkur saman, setja ykkur saman, smíða. Getur verið eitthvað svona samtöð, eitthvað svoleiðis. En ef þessi manneskja tilbúin alveg myndi koma leið, og aðstoð og ef hún gæti eða hann, ég sé fyrir mér svona manneskja sem að, er tilbúin að opna dyrnar fyrir þér og sem bara láta líða vel og eitthvað svoleiðis, Gæti verið eitthvað samt við vinnu, þið eru kannski að vinna saman eða eitthvað, en já, langar að fá svona eitthvað tækifæri. Það svolítið svona, já, svona, gæti verið þau séu ekkert að tala saman og að sé eitthvað svoleiðis í gangi. Og sé svona bara svolítið svona í sínum heimi, bara svona spá og spekla hvað að gera, Það eitthvað samt við líka, það getur verið eitthvað svona félagskapur, svo getur verið svona eitthvað drykkja eða eitthvað, eða þá bara svona, það ekki endilega að drykkja, en það svona, kannski eitthvað svona neysla, getur verið eitthvað. En það svona eins og eitthvað stöðnun eða eitthvað, við þurfum að draga sér tilbaka eða eitthvað. Og svona, það ekkert að gerast þannig. En þessi manneskja hefur mikinn áhugaður en svona, kannski ekkert að sjá þig alveg í réttu ljósi, svona, það svona eins og eitthvað delusional, eitthvað svona hugmyndir eða eitthvað. En við skulum sjá hvað kemur meira. Og þið fáið hérna nummer 5 og 7, kannski eitthvað 57, þetta verið. Eða þá eitthvað tengst 5. júlí eða 7. maí. Og það hérna tréð og það getur verið, skilurðu, að þessi manneskja finnst þú vera eitthvað sem að getur tengst fjölskyldu kannski. Þið kannski hafi átt verið saman eða eitthvað, kannski eigið barn eða saman eða eitthvað. Það gæti verið eitthvað svoleiðis, Og eitthvað samt við regnboga. Það svona eitthvað svona jolly, eitthvað svona jolly við þetta. En já, þú getur alveg búist við svona breytingar með að það koma inn samskipti og verið svona mikið að tala saman og eitthvað fleiri, 5 eru toppbreytingar og 7 eru líka 7 kops. Það svona, getur ekki séð fram úr og hvað að velja og eitthvað fleiri, 7 kops. Og getur verið líka þessi manneskja svona, ekki að sjá hlutin alveg í réttu ljósi. En hvernig finnst þessa manneskja þú vera? Og það Elizabeth Taylor. Og hún heldur á okkur glasi, svona. Og þetta getur eitthvað tengst, eitthvað samt við
að fara út að borða eða gera eitthvað. En það eins og þessi manneskja sem eru svona að fylgjast með því bara svona fyrir aftan. Þessi manneskja svona fancy, er að fancy, bara svona, ekkert alveg að horfa og gefa þér eitthvað. En er bara svona fylgjast með. Don't run so fast that you can't be caught. You can be a big fan of marriage, just being a big fan of diamonds. Það gæti verið svolítið sem manneskja sem mikið að spá svona útlitinu og svona líta vel út og svona já, kom mikið að spá í að koma inn peningum líka, mikið að vinna og mikið að gera. En sér þig eins og manneskju sem að getur byggt með og verið með sem eftir svona. Finnst kannski manneskja getur verið að setja þig á okkur harri stall og finnst kannski sett ekki nógu góðu fyrir hana eða hann eða eitthvað. Það er svona þetta að setja annan aðilann svona að herra frófa sig eða eitthvað. Og eitthvað samt í hærri stöðu. En svona, það getur verið þessi manneskja sem spá hvort að þú sért svona material, finnst þú vera svona mikið fyrir lúkið. Hver er það ekki? En já, hver er þessi manneskja? Fá eitthvað eitt og þessu hérna líka. Þetta er þessi manneskja, þetta ökkar líka. Þetta er dökk hérna. Og svona jakkaföt. Þú getur pása og lesið líka hérna. Já, gæti verið að þessi manneskja sé svolítið svona eins og glumgúsi. Svona mikið fyrir að fá athygli frá öðrum og okkur sko. Og það svona já, drikja, vera út í lífinu og vera að gera og eitthvað svona sko. Og svona, já, mikið kannski svona í að horfa á annað í kringu sig sko. En þessi manneskja hefur áhuga þér. Og þessi manneskja kemur rosalega vel fram og góð persónuleiki og allt svoleiðis en svona já, gæti verið svolítið svona mikið fyrir eitthvað annað líka sem er lúsinól svona eitthvað. Ég ætla að fá hérna stjörnumerki. Það er hérna ég sé hérna já, eiginlega bara öll stjörnumerki þannig séð. En ef hann ætla að fá eitt hérna já, gæti verið sko, þið hafi verið í samskiptum svona mikið á netinu eða þið hafi haft svona samskipti saman og þið hefðu átt tíma saman og geti tengst fjölskyldu eða svona kannski búið saman eða það sem manneskja vill fara með þetta lengra. Og ég sé hérna Boheman og ljónið og það er hérna líka Tvíbur og nautið og 5 er líka ljónið. Getur verið þessi manneskja að sé í ljónsmerkinu eða með tekstar í ykkur öðru. En hún getur búist við eitthvað action, eitthvað svona núna að þessi manneskja fara að taka skarið og sér eitthvað svona action, eitthvað fara að gerast og sér eitthvað svona breytingar á þessu manneskju. Og svona
Og kannski hafið þú ekki alveg nógu góða sýn á þessar mannsku. Gæti verið líka eitthvað svolítið sko. En við skulum fá hérna meira. Og hérna. Já, ég var að fá eitthvað svona scam call. Það svolítið mikið þetta. Og kannski, já, kannski tengist eitthvað svona með svona trickstur. Svona, kannski eitthvað svona trickstur við þessa manneskju. Já. En það var allavega en já, ég ætla að fá hérna. Já, kannski þessi manneskja sem að vill svolítið player og trickstur. Þú getur ekki alveg svona að sé svona hvað þessi manneskja vill, en þessi manneskja að dásta svona út á við. Og þessi manneskja vill hafa gaman og svolítið bara svona mikið fyrir svona eitthvað svona eitthvað dirty. Ég vil bara segja það. Og vill dirty með þér. Það er alveg þannig. Þessi manneskja kannski svolítið að ímynda sér svona eitthvað. Getur verið svolítið svona í hausnum á svona það. Og hérna kemur Ljón of the Power, Choose Wisely. Og það svona, já, sko, svona, þessi manneskja vill að þú velji sig, að þú komir áfram og tala við sig eða eitthvað slið, sko. En ég held að þú sést svolítið bara svona núna að spá og spekulera svona hvert þú að fara og hvað að gera og eitthvað slið, sko. Gæti verið eitthvað tvennt að velja, sko. Gæti verið kannski í samskipti við eitthvað tvær manneskjur eða eitthvað tvær manneskjur sem þú hefur áhuga á. Og það er bara svona, já, gæti verið báðir aðeins kannski í svona, að gefa ekki eftir og í sínu power eitthvað. Og svona svolítið þannig. Já, svo fáið hérna mikið svona 7 of Cups. Þetta er líka 7 eitthvað að velja. Það er bara svolítið svona, það gæti verið þessi manneskja sem er svolítið confused. Bara yfir höfuð svona, kannski og með ómikið svona að gera og eitthvað fyrir, sko. En ég gjarna sé að þessi manneskja sér þig bara sólina sína. Ok. Svo þið fáið þetta meira líka. Og englanúmer eitthvað 87 gæti verið, það gerir, já. Já, þau getur bara að googla 87, englanúmer eitthvað, angel number 87 meaning bara á netinu. Og það er hérna, getur verið, já, kannski eitthvað 51 eða eitthvað fleiri, sko. 87, það getur verið eitthvað 8. júlí eða 7. ágúst eða eitthvað svona við þetta. Og getur eitthvað verið 40, 45 eða eitthvað. 47. Ég er svona að reyna að finna eitthvað tölur hérna. Og 22, 32 og 21.
og já, 58 líka. Svo 78 hérna líka. 87. En ég veit ekki meira. Ok, skulum fá hérna meira. Hvað var það? Hvað vill? Já, hérna. Hvaða action mun þessi manneskja taka og hvað geti verið svona framtíðar eitthvað svona hjá ykkur tveimur. Svo ætlum að reyna að fór allt út allt sko. Ég ætla að fá hérna hvað er það sem þessi manneskja vill sjá og gera með þér. 6 of Staves. Já, þessi manneskja vill að hlutin fara að ganga halda áfram en það er eins og einhver annar aðilinn þarf að taka skarið og það er bara svona eins og að hafa verið eitthvað svona brýr eða eitthvað og Seven of Wands er svolítið bara svona að vera í vörn. Það getur verið að þú sést svona kannski í ykkur vörn eða hinn manneskjan sé í vörn, það er annað hvort og það er bara svona svolítið að vera svona að kíkja og sjá hvort að þessi hægt að fara eitthvað lengra og ef þetta er eitthvað svona nýja manneskja þá er þetta bara svona já, að vilja sko hlutinni fari vilja svona fara að breyta ykkur og vera eitthvað svona fara í samband fara úr þessu sem að var áður eitthvað svona partjam og partí og eitthvað svona eitthvað glömmu gósa dæmi sko og vilja fara að sjá svona þessar breytingar og ég sé hérna King of Cups hérna það er fiskur, krabbi og sportdreki og svo er hérna mikið fire sem er þá hrúturljón og bógamar það er ekki endilega verið stjörnumerki en það er svona að vilja tilbúin að fara að taka action og gera eitthvað meira. Já, það er svona að þurfa að fara í einhverju svona hindranir eða eitthvað svolítið sko. Gæti líka 777, það gæti verið eitthvað hérna fyrir ykkur, það er svo mikið 7. Þeir eru búin að fá 3 7 hérna og getur googlað angel number en 777 og það er eitthvað svona varðandi gæfu og svona það er ekki endilega að vera peninga, það getur verið að það er svona googlaði bara að taka áhættu líka. Hvað meira fyrir pæl 3, hvað sem sjá hér og vita. King of Swords, það er tvíbur og varspiri. Structure, opportunities. Já, ég held að þessi manneskja vilja svona, það er kannski mikið að vinna og vera að gera á eitthvað fyrir sko, en vill sjá svona þennan vissnúning eða það getur verið að þú sett svona, vilja sjá eitthvað breytingar og eitthvað fyrir sko og þú ert kannski að taka, setja bandir í svo bara, hei, ég er búin að fá nógu þessu eða eitthvað bla bla og ég er tilbúin að vinna og vera að gera en ég vil sjá eitthvað frá þér kannski og það er svona þetta clarity, að sjá sannleikann og þú getur kannski að sjá sannleikann með eitthvað Gæti verið kannski einhver að koma inn líka sem er í þessu stjörnumerki eða þá að þið eru bara í samskiptum og það er svona opportunities og það getur eitthvað tengt vinnu og eða þá svona, já það er bara svona aðri möguleika líka sko og það er bara, það er eins og það þurfa svona eitthvað að velja kannski og þú veist sko,
eða þá manneskjan sem að villi og vilja velja sig kannski, getur verið. Ég sá hérna 4-4-4 eða 4-4-4-4-4 mikið svona synkronisti sem ég sé hérna á þessu bunga og 4-4 oft bara en það svona að vera að gæta eitthvað áfram, kannski eitthvað gæta eitthvað saman eða finnst eins og þurfa eitthvað að gera svoleiðis eða laga eitthvað. Hvað meira þau eru pæl 3 að heyra sig og vita Já, ég held að svolítið óöryggi og svona eitthvað svona vantraust að hlutirnir muni eitthvað að ganga á okkur en það eins og að já, þetta par hérna Queen of Cups og King of Cups hérna og það tilfinningar þá greinilega hjá okkur báðum til hvers annað, það ást þarna en það eins og að það svona já, þurfum við meira svona struktúr og frá annar aðlunum eitthvað þurfum við eitthvað meira sko en ég ætla að fá getur verið svona lagt út á litlu sjálfstrausti. Getur verið eitthvað samti við 8. maí eða 5. febrúar 5. maí nei, okkur, já ég ætla að segja 5. febrúar eitthvað 5. febrúar líka já, hvað, ég ætla að svo loka þessu með því hvað myndi þessi manneskja vilja segja skilaboð til þín hvað myndi þessi manneskja vilja segja já þetta vildi detta út sexual desire það mikið chemistry hérna milli og gæti verið eitthvað samtið það við sáum það nú alveg áðan þessi stuck without you já, gæti verið sem manneskja að vera tempið til eitthvað annað og en að þrá þig svona kannski í laumi elska þig eða eitthvað já, this love is crazy en ég ætla að fá eitt í viðbót fyrir pæl 3 hvað myndi þessi manneskja vilja segja við þig eða hvað hann hugsa eða hún I can't do this right now já, það bara já, það eins og þessi manneskja finnst eins og að þú eigir eitthvað skilur annað eða eitthvað svolítið sko það eitthvað svona lítið sjálfstraust og svona kannski ekki tilbúin að taka action alveg strax so I'm the man ég veit ekki þetta bara út frá þessu sko en ég ætla að láta þetta duga fyrir ykkur punkt 3 bye